Það er 5. júní 2010, fyrsti formlegi dagur laxveiðivertíðarinnar og það verða opnað norður á og líka blönduð norðan heiða. Þetta er gaman. Og gleðilega hátíð. Gottsumur. Takk fyrir. Það er stjórn Sláturfélags Reykjavíkur sem opnar ána að vanda og það er formaðurinn Guðmundur Stefán Maríasson sem að tekur þessi hefðbundnu fyrstu köst á brotinu. Það bíða allir á meðan og haldi í sér andanum. En það er oflítið vatn í vor til þess að broti haldi fiski og raunar höfðu allir grun það. Þannig að ekkert kom út úr þessum tilraunum Guðmundar. Og ekki gekk betur hjá Marino og Árna Friðleifssyni á Eyrinni þó að menn hafi kannski búist við einhverju. Menn vissu þó að fiskum upp í Klingaberg og Krosshólu en þeir fiskar tók ekki. Guðmundur, nú er klukkutími liðinn og engin fiskur kominn á land. Hvernig líst þér á stöðuna? Ég er nú aldrei svartsýnn maður, mjög bjartsýnn. Ég er búinn að sjá fisk, hann er búinn að koma upp, þannig að ég er alveg fullviss það að það er eftir að koma fiskar í dag. Síðan bárust við tíðindi neðan úr Myrkil og þar væri allt að gerast. Þar voru hjónin Bjarni Júlíusson og Þórdís Klara Britte. Og það kom heim og saman þegar við komum þangað. Það var allt í keng. Þetta er lúsugur, þetta er ekki mikið lúsugur, það er aðeins. Hjónin Bjarni Júlíusson og Þórdís Klara Britte fengu fyrstu laxann norður á 2010. Bjarni var á undan. Akkur fekk ekki frúin að byrja? Hún fekk að byrja. Nú? Ég fekk að byrja en hann fylgdist með og sá þegar að hann skvetti sér fyrir aftan mig. Og svo þegar Dísa kláraði rönni þá fór ég út í. Náði góðu kasti, trikk í straumvarna hinum inn í Myrkelnum. Hvað fluga? Þetta var Avatar, hálftómmu Avatar. Ægilega falleg fluga sem hann Óskar Páll hannaði og nýtti og gerði. Glæsileg fluga, blá og græn. Og hún tók 8-10 cm hrygna. Þú er eitthvað glaður, sé ég. Ég er æðislega glaður. Ég er þetta alltaf glaður í veiði, meira sér þó maður fórum ekki alltaf að fiska, það er nú bara svoleiðis. Og síðan Þórdís? Já, þar sem við sáum að fiskurinn var að koma svona á yfirborðið þá ákvað ég að prófa bara að strippa hann með Sunrise Shadow. Flott línu að sökk toppi. Flott. Og hann var eins og búinn að koma í hjá mér og svo bara prófaði maður náttúrulega aftur og hann kom svona á frekar þungu og hægu strippi. Þannig að það var bara æðislegt, ógeðslega gaman. Stór? Hann var 73 cm, en því miður þá gleypti hann fluguna svo langt niður og að ég gat ekki losa hana, ákvað nú að klippa á og hleypa hann bara út í með krókinn í sér. En þegar það kom til að þá blæddu úr tálknunum á henni, þannig að því miður þá var ég að drepa hann.